Velkomin í rökkræðurnar. Hugsum okkur leikara á stóru leiksviði. Hann hreyfir sig af miklum þokka og fleitur texta sín af djúpri innlifun. Já, og virðist í augum áhorfenda vera fullkomlega frjáls í sinni lífssköpun, ekki satt? Akkurat. Hann fangar athyglina og nýtur aðdánar fyrir þetta sjálfstæði á sviðinu. En svo vindum við okkur í raunveruleikan. Einmitt. Því bak við tjöldin, eða kannski ekki einu sinni bak við tjöldin heldur inn í huga leikaran sjálfs, hvíslari. Og þessi hvíslari stýrir hverju einasta orði sem fellur, hverri raddstyrksbreytingu, jafnvel látbráðinu. Leikarin í raun ekki að skapa neitt frá grunni. Hann bara framkvæma fyrirfram ákveðin handrit. Já, og þá hlutir maður að spyrja sig, þessi leikari raunverulega frjáls listamaður eða hann bara afar vel leikandi brúða sem fylgir ósýnilegum þráðum? Þetta nákvæmlega punkturinn þar sem við byrjum umræðu dagsins. Þessi djúpstæða spenna á milli hins algjöra skapandi frelsis einstaklingsins og hinnar ósýnilegu stanslausu stjörnunar. Og við hér til að kryfja texta sem vekur einmitt upp þessa eilífu spurningu. Við byggjum að skrifum á bloggsíðu Thierry Giallas, þar sem hann meðlar og greinir biblíuskýringar fræðukonunar Marino L. Thabot á atburðum hvítasunnunar. Já, og hann nálgast þennan efni við mjög afgerandi. Hann les þetta nefnilega sem kristinn og frjálslyndur hugsuður. Hann beinlínis að leita að frelsinu í þessum fornu textum. Algjörlega. Hans grundvallar samfæring sú að ef texting sé ekki eðli sínu frelsandi fyrir mannin, þá ljótum við að vera að misskilja hann. Hann vil sjá mannin rísa upp sem sjálfstæðan geranda. Nákvæmlega. Og spurningin sem við ætlum að glíma við þessi. Birtist okkur í þessum textum sönn einstaklingsfrelsun og raunverulegt sjálfræði? Eða erum við að horfa á lýsingu á kerfi þar sem einstaklingurinn að fullu bundinn í órjúfanlegan veif, sameiginlegra skyldu, alveg háður æðra valdi? Ég stend með fyrir kostinum. Ég mun færa rök fyrir að efniviðurinn lýsir byltingarkendu og afgerandi einstaklingsfrelsi. Og ég kem að þessi úr allt annari átt. Ég held fyrir fram að þessi mengta frelsun sé í raun fátt annar en æsta stig stjórnunar. Svo þú sér ekkert sjálfræði þarna? Nei, þvert á móti. Þegar við tókum myndlíkingar Thabot og greinum þar, sérstaklega vísanir í Sálm 104 og skrif Páls postuli, þá blasiði allt annar vind. Sjálfstæði einstaklingsins markvisst þurrkað út. Hann gerður að peði. Að færa lögmálið svona inn í hjartað alls ekki frelsi að mínu mati. Það fullkomin innrás í sjálfræði mannsins. Valdið færist bara þangað sem þú getur engum barist á móti því. Ok, við verum að skoða þetta betur. Mér finnst þú nefnilega að líta framhjá því hversu róttækt þessi breyting var í sögulegu samhengi efniviðarins. Sjáðu til, Thabot dregur upp mjög skýra anstöðu á milli Sínaífjalls annars vegar og Jerúsalem á hvítasunnunnni hins vegar. Já, stökkbreytingi milli gamla og nýja testamentinsins. Akkurat. Á Sínaífjalli lögmálið ritað á kaldar steintöflur. Það var yfirþyrmandi vald þvingað upp á fólk utan frá. En á hvítasunnunnni, eins og Esekiel boðaði, hjarta úr steini skipt út fyrir hjarta úr holdi. Lögmálið færist inn í mannin. Sjáu þetta fyrir þér í nútímasamhengi. Þetta eins og þegar stjórnandi, vinnuveitandi, hættir að ustýra starfsfólki með þykkum reglubókum og klukkunakerfum. Og leyfir þeim að gera hvað sem Nei, hann treystir því að innri gildi og fagleg dómgrein starfsmannsins leiði hann áfram. Starfsmaðurinn verður sjálfstæður. Á Sínaífjalli var mannkynið í hlutverki barns sem þurfti utanákomandi aga, en hér stígur mannkynið inn í fullorðins árin. Það valdefling. Ég sé hvað þú ert að reyna að segja með þessan samlíkingu yfirmannin, en hún stenst einfallega ekki skoðun ef við rýnum í orð Thabot. Hún ekki að lýsa yfirmanni sem gefur þér frelsi til að finna þína eigin leið. Ekki? Nei, við erum ekki að tala sjálfstæða ákvarðanatöku. Þetta miklu fremur eins og þegar snjálsíminn þín tekur völdin með forsparteksta. Vá, forsparteksta, það nú ansi vélaræn nálgun. Já, en pældu því, algoritminn þekkir því svo vel að hann byrjar að klára setningarna þinnar. Smá saman hættur að hugsa upp þín eigin orð vegna þess að kerfið færi þegar þá beint inn í hugan. Það finnst eins og þín rödd, en hún það ekki. Og Thabot nota bókstaflega þessa myndlíkingu þegar hún talar fyrirgefninguna. Hún talar físlaran, já. Einmitt, físlaran í leikhúsinu svo þau ræddum í byrjun. Guð físlar orðunum og gjörðunum að okkur. Ef utanakomandi afl dælir hugsununum minn huga minn, hvar þá minn frjálsi vilji?
Ég held þú sett að lesa þessa myndlíkung kvíslaran og bóstaflega. Þú ert að gera hana að einhvers konar tölvuforritun eða heilaþvotti. Í leikhúsið kvíslarinn ekki einræðarherra. Hann hjálpartæki sem stígur inn þegar leikarinn missir þráðinn. Leikarinn valdi sjálfur að stíga á sviðið, eða ekki? Jú, en hann var samt að segja það sem kvíslarinn segir. Já, en sjáðu til, þegar við gleymum okkur í reiði eða ótta sem okkar daglega líf, þá minnir þessi innri rödd okkur á það sem raunverulega skiptir máli. Frelsi ekki alltaf getan til að gera nákvæmlega það sem manni dettur í hug hverju sinni. Svo frelsi að gera það sem ykkur annar vil? Nei, frelsi að vera ekki fangi eigin hugsana. Við getum verið fangar haturs eða græðgi. Innri kvíslarinn rænir því ekki sjálfunu. Hann frelsar þig úr þínum eigin sjálfsköpuðu fangilsum og færir þig aftur að þínu sanna eðli. En það nákvæmlega þar sem stjórnunin nær hámarki. Hver það sem skilgreinir þetta sanna eðli sem þú talar um? Nú, manneskjan sjálf, í tengslum við. Nei, það ekki þú sem skilgreinir það. Þér sagt að þitt sanna eðli sé nákvæmlega það sem físlarinn segir þér að það sé. Þú hefur bara gert stjórnunina ósýnilega og kalla hana frelsi. Og til að sýna þér hversu algjört þetta ósjálfstæði hjá Thabut, þá verðum við að horfa á hvernig hún notar Sálm 104. Já, sköpunarsagan. Hún gerir hana að lykilatriði, sko. Hún talar að sköpunin sé ekki einhver atburður í fortíðinni þar sem manninu var gefið líf og síðan bara sleppt lausum. Nei, sköpunin viðvarandi á hverri einustu sekundu. Ef Guð andar að sér að það dregur lífsandan tilbaka, andast allar skepnur samstundis. Maðurinn hefur enga sjálfstæði tilvist. En það bara fallið mynd tengingu. Hans verufræðilega staða algjörlega og stöðugt háð þessum andadrætti. Þetta ekki lýsing á fullorðinni sjálfstæðri mannesku. Þetta algjör og ævarandi líffræðileg og andleg fjötrun. Ég get vissulega tetið undir að það rík áhersla á tengingu þarna, en að kalla það fjötrun, það að miskilja eðli þessara tengingar. Skoðum hvernig þetta birtist í samfélaginu, hvernig við eigum að eiga samskipti við aðra í þessu nýja kerfi. Þar sést frelsið en skýrar. Hvar þá? Tökum Babylon-tornin sem Thabit nota sem skýra andstæði við hvítasununa. Hvernig var samfélaginu stjórnað í Babilis? Með algjöri einsletni. Hún kallar það eina leyfða hugsun og eitt tungumál. Þar var frelsi við liðin virkilega þurrkaður út, menn voru hnepptir í múksepjun. Og þitt mat að hvítasunnan sé eitthvað annað? Algjörlega. Hvað gerist þegar andinn kemur? Breytur að niður tungumálin til að búa til nýja Babylon? Nei. Það gerist hið gagnstæða. Allir vistatir, partar, meðar, rómreyjar, segir heyra boðskapinn á sínu eigin móðurmáli. Fjölbreytileikanum fagnað. Hver og egg fær að halda sinni rödd. Efniviðurinn berst beinlinis gegn hættulegur hópvitund. Frelsunin felst í því að finna sameiningu í gegnum fjölbreytileikan. Það sannar að innri röddin lyftur upp einstaklingsseðlinu. Sko, það missulega rétt að fjölbreytni í tungumálum upphafin þarna, en tungumál eitt og hlutverkið að sjálfstæði eitthvað allt annað. Leyfðu að staldra aðeins við þessa samfélagsmyndina, því hún heldur ekki vatni þegar við skoðum næsta samlíkingu. Mósaíkmyndina. Akkurat. Það færi sig yfir í túlkun Páls Pastula og kynnir mósaíkmyndina. Samfélagið stór mósaíkmynd og hver maður lítur flís. En taktu eftir reglunni sem hún setur fram. Hver flís má ekki vera á stór. Til að myndin verði skýr verða flísarnar að vera smáar. Hvað þýðir þetta í raun? Að við sýnum tillitssemi. Það þýðir að þú mátt ekki taka of mikið plás. Þínar stóru hugmyndir, þinn metnaður, eða eru of stórar, þá skemmurðu heildarmyndina. Einstaklingurinn hefur engan tilgang sjálfur, hann bara smættað byggingarefni. Þannig að þegar hún ræðir að það skipti ekki máli hvort menn séu þrælar eða frjálsir, þá ekki verið að gera alla frjálsum einstaklingum, það verið að gera alla jafnt undirgefna sem litlar flísar í verki sem einhver annar hannaði. Það vissulega áhugaverður punktur hjá þér með stærð flísana og ég skil hvers vegna það gæti hljómað eins og smættun í fyrstu. En það virkilega það sem hún á að við? Hún segir það báðstaflega. Já, en sjálfræði í algjöru tómarúmi raunverulegt frelsi? Ef þú mátt vera eins stór og frek flís og þú vilt, á kostnaða allra aðra, það ekki frelsi, það uppskrift á átökum og einangrun.
Hugmyndin með litlu flísunum snýst ekki að bæla niður þinn persónuleika. Hún snýst samkennd og virðingu fyrir rými aðra. Það með þegar við viðurkennum okkar takmörk sem pláss skapast fyrir aðra til að blómstra. En plássið alltaf ákveðið fyrirfram af einhverjum öðrum. Þegar Pál talar líkamann segir hann að auga geti ekki sagt við höndina að það þarfnist hennar ekki. Í þessu kerfi fær hver einasti maður ómissundi tilgang. Hugsa þér, þrællinn fær allt í einu nákvæmlega sömu vikt og rómverskur herforingi. Skilurðu hversu byltingarkennt þetta var? Að kollvorpa öllum kúkandi valdakerfum samtímans og segja að allir menn séu dýrmætir. Já, ég skil byltinguna í því að lýsa allar jafna. En við verðum að spyrja okkur, hvað eru þeir jafnir í? Í sínum manngildi. Nei, þeir eru jafnir í þjónustu sinni. Að segja að augað og hondin hafi gildi aðeins vegna þess að þau þjóna líkamannum, það þýðir að hvorki augað né höndin hafa nokkun tilgang utan þeirrar þjónustu. Ef tilgangur þinn alfarið skilgrendur út frá gagnsemi þinni fyrir vélbúnaðing, þá ertu vissilega gagnlegur, en þú ert alls ekki frjáls. Þú ert hluti af heild. En frelsi krefst þess að þú velir þinn eigin tilgang. Flísin í mósaíkinu velur ekki litin sinn, hún velur ekki hvar hún sett og hún velur svo sannarlega ekki hvaða mynd hún að skapa. Og þetta fjarstæðakennda ósjálfstæði verður enn augljósara þegar við förum að ræða verkefni sem þessum flísum falið. Emmitt, stöldrum við þar. Því verkefni sjálft gengur þvert gegn þessari hugmynd þinni að fólk séu bara tóm verkfæri. Ef við skoðum Guðspjall Jóhannesar sem hún leggur áherslu á, þar kemur fram skýrt umboð. Jesús segir, eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins og sendi ég auður. Já, og sendir þá út í hættuna. Já, en það sem hann gerir ótrúlegt. Hann gefur þeim vald til að fyrirgefa syndir. Að mínu mati þetta algjör kóróna á frelsi mannsins í þessum texta. Kóróna á frelsinu að vera neyddur til að fyrirgefa öllum. Pældi í hvaða merkir að láta mannverur fá þetta vald. Guð heldur ekki þessu einkarætti fyrir sig, hann deilir dómavaldinu, hinu æðsta valdi yfir rétt og rangu með fólkinu. Að fela breysku mönnum að leysa aðra frá synd, að brjóta endalusa hringrás haturs, það raunverulega valdefling. Maðurinn ekki lengur þykjandi, áhorfandi, honum treyst fyrir líklunum af framtíðinni. Frelsi hlýtur að mælast í raunverulegu valdi til að breyta heiminum. Sko, ég verð eiginlega að grípa inn í því þú ert að nála þetta verkefni upp sem einhvern dásamlegan heiður, en þú verðist hreinlega að horfa fram hjá þeim orðum sem Þabot sjálf notar þetta. Hún talar mikla ábyrgð. Hún kallar þetta bókstaflega ógnvekjandi ábyrgð, hræðilega ábyrgð. Jesús segir þeim einnig að ef þeir haldi syndum einhverra, þá séu þær faldar. Þetta þýðir að maðurinn sendur út eins og lamb á meðal úlfa til að mæta hatri heimsins með kærleika. Veistu hvað gerist þegar þú sendir lamb beint í kjaftin á úlfi? Það getur. Það ekki frelsandi ferli, það hreinræktaður sjálfsmordsleiðangur. Og þetta skyldukvöð sem fólkið bað aldrei að fá. Hugleiti byrðina. Fyrirgefning og hjálpræði heimsins hvílir nú á þínum smáu, ófullkomnu herðum. Ef þeir mistekst, dæmirðu heiminn til örvæntingar. Ertu virkilega að segja mér að það sé frelsi? Það Þetta lamandi og óbærileg kvöð. Nákvæmlega andstæðan við upplýsta frelsið sem Jallas leitar að. Maðurinn hefur ekki frelsi til að velja sitt eigi líf. Hann verður bara að bera syndir annara og forna sér í leiðinni. Þetta vissulega gífurlega þung byrði, ég skal alveg viðurkenna það. Og orðir ógnvekjandi á sirkelkomlega við, en við mögum ekki rugla saman erfileikum og skorti á frelsi. Nei, það satt, en... Því frelsi og ábyrgð eru tvær hliðar á sama peningi. Þú getur hreinlega ekki verið raunverulega frjóls án þess að ákvarðanir þínar skipti máli og hafi vægi. Ef mistök þín skipti engu, ef val þitt að fyrirgefa eða ekki hefði engin áhrif, þá varður bara að leika þér í sandkassa. Það var ekkert í húfi. En þegar hlutinir í húfi eru svona svakalegir. Það einmitt þessi ógnvekjandi ábyrgð sem sannar sjálfræðið. Hugsum okkur leiðtoga í samfélaginu, dómara eða forseta. Þeim falið gríðarlegt vald yfir lífi annara. Sú ábyrgð hræðileg. Hún getur valdið svefnleysi. En við myndum aldrei segja að sá aðili skorti sjálfræði. Hann stjórnar.
Mannkynið hefur verið fært upp á sviðið, það getur ekki lengur setið hjá og vonaða eitthvað áður að valdmæti og freins upp sóðaskapin. Verkefni krefst þess að einstaklingurinn stígi sjálfur fram. Já, þetta er mjög glæsilega orðað hjá þér. En ef við draugum allan þennan þrá saman, þá sé ég ekki hvernig þú getur haldið þessu fram í ljósi allra þessara 3 myndilíkinga sem við höfum rætt. Skoðum þar saman. Endilega. Thabot tefli fram heimsmynd af algjöri undirgefni. Sálmur 104. Þar sem maðurinn dregur aðeins að anda að því Guð dælir andanum í hann, það er algjört líkamlegt ósjálfstæði. Fyrra Korintubréf, þar sem hann er bara pínulítil flís sem hefur engan rétt til að vera sérstak, það er félagslegt ósjálfstæði. Og svo hvistlarinn sem hvistlar beint inn í hugan þeim orðum sem maðurinn á að nota og sendir hann svo eins og lamm í gínúlfana, algjört siðferðislegt ósjálfstæði. Er raunverulega nokkuð smúga eftir þarna fyrir hinn frjálsa einstakling? Ég sé vel hversna að þetta birtist ég sem fullkomlega lokað kerfi, virkilega. En mín niðurstaða byggist á allt öðrum lestri á þessum sömu staðrendum. Alveg anda frjálslendu sína þér í Jalas. Sem er? Fyrir honum sýnir þessi greining fram á róttækustu mögulega frelsun frá ytri þvingunum sem hugsast getur. Við fáum frelsi með því að brjóta niður hinn dauðu manngerðu lögmál og köldu steintöflarnar. Við fáum frelsi með því að fagna fjölbreytileikanum þar sem hver rödd fær að hljóma. Við erum ekki stjórnuð af ytri ótta, heldur innbyrðum við rek kærleikans sem okkar eigin rök. Fyrir mér er þetta sýn á mannin sem virkan og voldugan þáttakandi í að endurmóta samfélagið. Já, skildig, en ég verð einfallega að halda mínu stríki. Þrátt fyrir þessa leit Jálers að frelsandi boðskap, þá afhjúpa myndlíkingar þeibút allt annar á dekkri dýnamík. Hugmyndin innra sjálfstæði stenst ekki þegar þessi innri áttaviti er forritaður utanfrá. Frelsi til að skilgreina okkur sjálf er hreinlega ekki þarna. Þar er aðeins djúpstæð og óumfljótlegi samtvínun við æðsta vald, hvort sem aðeins kýsta eða ekki. Við munum líklega ekki ná saman þetta fullu. Nei, það er augljós. En það er nákvæmlega þessi átakalína, þessi leita frelsi inn í textum, sem gera svo ógnvæla mikla kröfur til okkar, sem gerir pælinguna svona heilandi. Krafan að finna eitthvað að frelsandi afhjúpar flókið samband milli einstaklingsins, samfélagsins og valdsins sem við annarkvort veljum eða neyðumst til að fylgja. Við hvetjum ykkur, hlustendur góðir, til að kafa dýpra og hugleiða hvar mörkin á milli frelsunar og uppgefa liggja í ykkar eigin lífi. Því við stöndum eftir með leikusmyndina úr upphafinu. Já, erum við upphafsmenn okkar eigin hugsana, segjum okkar eigin leikrit og mótum framtíðina. Eða erum við bara að hreyfa varirnar og bíða eftir að hvíslarinn segja okkur næstu línu. Við látum það liggja milli hluta í bíli. Takk fyrir gagnvega rökræðir í dag. Takk sömuleiðis.